Mér finnst gaman að segja að það var bara ástin sem dró mig hingað. Eins og margar þýskar konur þá féll ég algjörlega fyrir íslenska hestinn. Ég búinn að búa hér, ég með barn hér og konu hér og ég bara orðinn Íslendingar. It wasn't really difficult to get out of Iran. You pay this much for this country and this much for this country. They just give you fees. I was so stressed. I've never done something illegal in my life. So I was thinking that it's illegal. I was told that everyone knows I'm illegal. And then he just left me in Iceland and he went away for no reason. I felt I'm on Mars. Þegar ég segi börnum í leikskólanum og börnum mínum sögu mína barnæsku í Júgóslavíu, þá kallaði mig þau geimveru. Og mér líður svolítið þannig því þetta land ekki lengur til. Það sem við Íslendingar getum lært af Palestínumönnum að vinna minna og eyða miklu meira tíma með fjölskyldum.